Þetta er verkefni 19 í Excel. Við erum áfram á síðunni umboðslaun og ég er að vinna hér í D, E og F dálki. Ég færði þetta til hliðar svo þið sæju betur þegar ég setja inn formúlurnar. Hér var ég búin að setja inn formúlu og festa tilvísun í E1, blanda saman tölum og texta hér. Næst ætla ég að finna meðaltal allra umboðslauna sem eru hærri en 25.000. Þá fer ég hér í FX-knappinn, fallið er average if og ef þið er ekki með það hérna í listanum, þá skrifið það á línuna og smellið á go. En ég er með það hér og segi OK. Og ég dreg yfir E2 til E7 hérna og ætla að finna meðaltalið af þeim sem eru hærri en 25.000. Sjáum við hérna, hærra en merkið, passið að merkið snúi rétt og þá kemur það hér. Hér ætla ég að setja meðaltal alls söluverðmætis sem er lægra en 300.000 og þá fer ég aftur hérna í FX-knappinn og average if D2 til D7 og hér er skilyrðið og það er lægra en. Og snýr það í hina áttina og ég skrifa 300.000. Þið þurfa ekki að skrifa þúsundapunkta og ekki gæsalappir. Og OK, þá kemur það hér og síðan ætla ég að finna meðaltal allra umboðslauna þar sem sölu verðmætið er hærra en 250.000. Og það er average if fallið aftur. Og fyrst dreg ég yfir D2 til D7 og síðan set ég skilyrðið og það er hærra en 250.000. Og hér dreg ég yfir E2 til E7 hérna. Formúlan lítur svona út. Þið sjáu líka í bókinni og semikomman í föllunum hún skilur að hólfin, sem sagt línurnar í, og þið segið OK og þá kemur þetta svona og ég ætla að vista.